Þá erum við að lauma okkur hér á fimmtudagskvöldin í Hesthús og þar hittum við fyrir Sigga Matt og við lendum í smá umræðu ansi skemmtilegt málefni og það hvernig landsmót byrjar og hvernig það og hvernig það á að vera, hvernig okkur finnst þetta að vera. Sambandi við verð og fjölskyldur og slíkt. Siggi, pælinguna þess, svona löflétt. Ég held sér bara alltaf þetta aðskáðu, alltaf mikið pakki. Ég held að við þurfum að hugsa þetta svolítið mikið upp á nýtt. Ég sé alveg fyrir mér að, ég veit það ekki, með hugmynd hvort það ætti bara hreinlega að vera, það var bara uppskjáð til hestamanna og það var búið að dæmi sér hross til skimbadrósum margoft, hvort það ætti ekki bara að hafa yfirlitssýningu og þetta verður bara svona meira sjó og meira skemmtun. Bætum við jafnvel einni ferð og þá skiptir kannski ekki máli hvort við höfum 50 hross fleiri eða færri. Byrjum mótið á jafnvel þriðjudegi með góðar pásur á milli, það vil allir koma að horfa á yfirlitssýningu. Geti verið þannig til þess að þú myndir ná hækkun, þú þarft að sýna 3 gándur til þess að ná hækkunni og þannig þú þarft að sýna 3 gándur lágmarki. Svo var til dæmis gaman í pásunum að rektendur geti leitt sér svona allir kemur á eitt stað og væri með hver með sín bás og þar var þetta að hafa svona hýtting og fólk geti labbað á milli og sé hvað er að gerast hjá hvaða rektendur sem og við þurfum að ná svona meiri flæði og sjó í þetta allt saman hjá okkur og meiri svona léttari dagskrá og skemmtun. Í rauninni, svona ef við draugum þetta eins saman, þá vorum við að stytta dagskrána örlítið. Kynbótadómar, svona, sem þessi hrossi nú búin að fara í dóm allan að 2 ekki 3 sumhver og kannski að breyta aðeins þannig að við þéttum dagskrá og höfum þetta svolítið svona meiri sýningu fyrir fólkið og það kosti minna inn. Já, nákvæmlega, svo myndi ég vilja sjá kynbótarhrossin á Bjálfhók, þá myndi ég vilja sjá bara einhver lágmarkseinkunnin á mót og halda bara barn og unglinga og ungmennum eins og það og já, ég meina, afi og amma ætla að mæta hérna og horfa á barnið ríða 3 hringi, mér kostar 40.000 kr að mæta svæðið, ég meina, við erum að hugsa þetta aðeins upp á nýtt. Já, og þannig erum við að tala bara af og ömmu og við skulum ekki gleyma að það er þessi 5-6 manna fjölskylda sem þarf að borga sig inn í viku. Nákvæmlega, eins og ég segi, þetta svona, við þurfum aðeins að taka hana pakka núna almennilega og hrista upp í honum og gera þetta, landsmót alvöru gulllegg sem við eigum og við þurfum aðeins að hugsa það lítið upp á nýtt til þess að geta haldið áfram og þannig að verði svona almennileg framtíð í þessu. Með litlum breytingum þá getur þetta orðið enn skemmtilega heldur þetta í dag, ertu að meina? Já, auðvitað er þetta gaman fyrir okkur hardcore hestamennin og svona, en við þurfum að ná að þetta sé léttari dagskrá og menn að keppa upp báðum öllum einu og þetta er mikill pakki. Þetta er ekki fyrsta árið sem þú ert að taka þátt í landsmóti. Manstu hvað þú búin að taka þátt í mörgum landsmótum? Nei. Manstu hvað ár þú byrjaðir? Ég byrjaði 86. Góðu gestir. Þetta er maður með reynslu. Hókinn af reynslu. Sigurður Vignir, takk fyrir þetta. Sömuleiðis.